Ég heiti Eva og óvirkur alkohólisti í langtímabata. Ég búin að vera edrú síðan í enda ársins 2003 eða í maður vera 9 ár. Og já, ég bara alkohólisti. Ég byrjaði að drekka á 13. ári. Ég man bara vel eftir að þetta var eitthvað sem ég ætlaði að gera aftur. Ég hef alltaf einhvern veginn fundist ég vera öðruvísi en aðrir og einhvern veginn ekki fundist ég tilheyra og verið hrædd og feimin og lokuð og allur pakkinn og einhvern veginn þegar ég byrjaði að drekka þá einhvern veginn hvarf þetta. Ég myndi segja að neysla mín hafi þróast mjög hratt af því að ég drakk mjög oft og mjög mikið ándilega 15 ára og gerði ýmsa hluti til að vera mér út áfengi. Hvort það var að ræna áfengi heim hjá mér eða hvort það var að stela eða eitthvað. Þegar ég var 15 ára þá var áfengi hægt að gera þessi góðu hluti sem var vanalega alltaf að gera fyrir mig. Og tímabil þá upplifði rosalega mikið svona eins og ég hafi verið á krossgötum. Þú veist að ég þyrfti annarkvort að halda áfram að drekka, að reyna að meika eða þá mér langaði bara til að deyja því mér leið illa þegar ég var edrú eða þá ég myndi kannski hugsanlega að prófa ykkur önnur hugbrundaefni. Og vinir mínu voru alltaf að nota ykkur hugbrundaefni þannig ég ákvað einhvern veginn að prófa. Ég man svo rosalega vel hugsunina bakvið allt sem ég geri. Það er svona eins og þótt að skaði aðra, þá muni það ekki skaða mig. Og ég prófaði bara einhvern að reykja hass og endaði svo bara sem hassu, sko. Aðalega einhvern veginn af því, ég var búin að finna eitthvað sem lét mig líða betur. Og svona gekk þetta. Ég gekk einhvern veginn bara, ég var alltaf að prófa eitthvað nýtt og gera meira og gera græja og verða verri og verri í neyslunni minni. Og þegar ég var 18 ára þá upplifði ég fyrsta skipti alvöru að það var kominn tími til að hætta. Það sem ég hugsaði var ok, ég er 18 ára, ég er bara dópisti, og ég kemst ekki um daginn að fá mér eitthvað. Og lífið mitt snýst einungis þetta. Ég er alltaf óhæðileg, ég kem illa frá með fólk, ég hafði ekki tilfinningar lengur, ég vissi ekki hvað tilfinningar voru. Ég hélt að meðferð væri bara fyrir rosa langt gengna alkohólista sem væri, að koma úr sprautum eða væri að koma mjög harðari neyslu. En ekki fyrir svona ungar stelpur eins og mig, ég var náttúrulega bara 18 ára og hélt einhvern veginn að hefði ekkert að bjóða. Og á Vogi gerðist það að ég fekk alveg að sjá sjúkdóminn að teikna allt upp og það var gert og græjað og það var það var svona að trýta manni sem að væri veikur alki. Ég alltaf að upplifa að alkohólistarnir væri bara rónarnir í bæ sem sem sváu í snjógala og slefuðu og pissuðu á sig og eitthvað svona. Ég var alls ekki þannig. Alltaf hugsaði ég mig sjálfur mig hvort ég væri alkohólisti, raunverulega alkohólisti ekki. Ég gat ekki séð lífi án áfengis, ég gat ekki séð hvernig fólk gat skemmt sér á þess að fá sér. Ég bara hvernig er þetta fyrir útilegu og ekki drekka, hvernig er þetta fyrir útlanda og ekki drekka og hvernig er þetta fyrir brúðkaup og gifta sig og ekki drekka. Ég fór í eftirstuðning KSA og ég einhvern veginn verið samstarfi við ráðgjafa. Þegar ég kom meðferð þá fór ég inn í 12 spora samtök þar sem eru óvirkir alkohólistar og eru að samhæfa reynslu sína styrk og vonir. Svo bara einhvern veginn leið tíminn, allt í einu var ég að öðlast eitramennsku og bara tíminn leið. Að hafa fyrir þessu og hafa fyrir neyslunni sinni, þetta er tvennt ólíkt. Ég þarf einhvern veginn bara að fara inn í daginn með réttu hugafæri og vitandi þegar þessi alkohólista hverju með henni stegi einhvern veginn. En að vera í neyslu þá gengur allt út að allan daginn að þetta sér einhvern veginn. Fyrir mér var þetta bara svona öðlast að nýtt líf, bara að segja við bara einhvern veginn skili við gamla lífið mitt, einhvern veginn að bara að loka á gömlu félagana, ef það gerist eitthvað svona mikið í lífinum hans, ef það verður ástina missir eða ef það verður eitthvað svona, þá venjulega fær maður sér alltaf því maður, vill ekki upplifa þessi tilfinningar eða vant að upplifa tilfinningar, maður vill bara deyfa sig til að halda áfram. En ég er búin að missa foreldri og systkini og alls konar síðan ég var edrú og ég tók þessa ákvörðun ég myndi ekki fara að drekka út af það. Það sem ég kannski áorkaði eins og að fara í skóla, að fara í menntaskóla aðeins eldri heldur en hinni nemendurnir og vera að klára til dæmis stúdentspróf. Það þurfa að fara inn í samfélag þar sem að fólk eru ekki alkohólistar og einhvern veginn samt tilheyra. Ég tilheyri einhvern veginn hvar sem og fólk er ekkert bara hei, hún er alkohólisti. Ég er búin að ferðast út allt og elska að ferðast. Og einhvern veginn lífið mitt er bara, það
það er bara eins og ég vil að sé líf mitt er bara eins og á að vera og ég hef mikið verið svona að iðka bara alls konar skilji, ég hef kannski verið að mæta á fundi og lesa í bókinni og þú veist, ég er fyrir mikið á stofnanir, ég hef alltaf gert það, ég fyrir mikið með fundi fyrir inn á Vog og fyrir SA og alls konar stofnanir bara, ég var með þetta lofa sko, ef ég myndi sko öðlast ytrumennsku þá myndi ég halda áfram að sýna öðrum hvernig ég hafi gert þetta, því mér finnst mjög merkilegt að ég skildi geta gert þetta. Ég myndi gjarnan vilja sjá að á stofnunum eða sjúkrahúsum væri meira að sko lærðu fagfólki til að taka á móti alkoholistum, hvort það séu virkir eða óvirkir og gætu sem sagt meðhöndlað sko rétt þar sem að það er oft fólk sem hefur ekki þekkingu og getur þar leiðandi ekki meðhöndlað rétt sko alkoholista. Það er ekkert hægt að takast á við sko alkoholista í vímu eins og bara venjulega manneski, þetta er allt annað dæmi sko. Og mér finnst vanta meira svona úrræði mitt fyrir þetta fólk. Já. Ég veit ekki hvað að segja mér á.